Gerist áskrifendur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Maður hefur það á tilfinningunni að enn sé breytingaskeið kvenna að einhverju leyti feimnismál, að minnsta kosti hjá sumum, en samt finnst mér nú eins og mikla breytingar hafi orðið á viðhorfum og umræðu það. Það verið gerðir útvarpsþættir og sjónvarpsþættir um þetta tímabil. Ég var á ráðstefnu daginn og heyrði þá bara út undan mér rætt að staðall væri í bígerð sem varðar breytingaskeiðið og að mér skilst aukna ábyrgð atvinnurekenda. Og ég var forvitin, mig langaði að vita meira, veit ekki neitt, ekki meira en þið áhorfendur á þessari stundu, annað en það sem ég hef sagt núna. En það komin viðmælandi hér á Rauða borðinu sem getur frætt okkur þessi mál. Hún heitir Helga Sigrún Harðardóttir, framkvæmdastjóri Staðarás. Vertu velkomin. Takk fyrir það, Björn. Takk fyrir að bjóða mér. Ég er bara frábært að fá þig. Mér finnst þetta mjög forvitnilegt. Áður en við kannski förum í kjarnamálsins ennþá eins og ég sagði kannski einhver feimni, einhver viðkvæmni, einhverjum kreðsum fyrir því að ræða þessi mál. Já, og það fylgir þessu skömm. Það fylgir þessu skömm. Já. Og bara fullt af konum á mínum aldri sem að finna fyrir því að þetta svona, þú kemur inn í fundarherbyggi þar sem þungt loft og þetta raunverulegt dæmi og þessi vinkona mín, hún segir að ég geti ekki opna glugga og þá svona hæðnislega sagt við hana, ert þú á breytingaskeiðinu? Og það voru kynsistreinar. Já. Mitt svo til. Þannig að og auðvitað, þú veist, það er ekkert rosalega mörg ár og ég meina þetta þú veist, konur þetta einhverjir, ég er ekki sérfræðingur í þessum einkennum öllum og ég er ekki hjúkrunarfræðingur eða læknir og þú veist, en ég veit að þetta eru einhver 30 mismunandi skilgreiningar á einkennum sem að konur geta verið með í, þú veist, einhverjum blöndu af og í einhverjum útfærslum, þannig að ásýndin ásýndin á breytingaskeiðinu er alls konar. Einmitt. Og þá kviknar spurningin ekki erfitt að búið til staðal eitthvað sem alls konar. Jú, og kannski bara áður en við förum inn í það að það er ekkit rosalega mörg ár síðan að var verið að brenna konur sem létu illaða stjórn. Já. Mögulega á þessu tímabili. Einmitt. Maður svo sem þekkir sögur og af því að breytingaskeiði leggist af mismiklum þunga á konur og breytið þeim mismikið. Við kannski förum út í það. Já, þú veist, ég er á þessu skeiði, ég er bara ekki búin að ákveða í hvað ég ætla að breytast. Ég er að finna út því aðeins núna. En þetta þú veist, þetta eru einhver 30 einkenni sem að hafa verið skilgreind sem að geta verið í einhvern veginn alls konar útfærslum og formi og já, þetta er mismikið álag sem er lagst á konur og bara er alls ekki okkar engamál. Það varðar samfélagi allt og hefur áhrif á alla. Og hefur áhrif á getu kvenna til að starfa. Sko, það var Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands gerði könnun á reynslu og aðstæðan kvenna með örorku og bara á þessu ári, niðurstöðurnar koma þessu ári og þetta eru niðurstöðurnar leiðljós að konur á aldrinum 50 til 66 ára eru fjölmennasti hópurinn á örorku og er á örorkulífeyri og stærri hluti þeirra hafði átt erfitt með að sinna vinnu vegna einkenna frá breytingaskeiði. Þannig að ég er ekki að segja sétenging þarna á milli en það er allavega einhverjar vísbendingar það samt. Já. Og það var stelpa sem er að vinna með mér að þegar við erum að tala staðal, þetta er þýðing á breskum staðli sem er að vinna með mér í því, hún gerði könnun á Íslandi í fyrra og sú könnun leiddi í ljós að 72% kvenna segja einkenni frá breytingaskeiði hafa áhrif á vinnuna þeirra og það er bara rosalega stórt hlutfall og 31% hefur verið frá vinnu vegna þeirra. Langflestar 94% sögðu að vinnuveitandi hefði ekki einhvern veginn veitt í neina athygli eða haft neinn áhuga á því og það bil helmingur segir að það sé mjög erfitt að eiga samtöl þetta á vinnustaðnum. Þú veist, hvað ætlar
55 ára gömul kona að gera, þú veist, sem með rúmlega 20 og yfirmann að fara að ræða þetta við hann. Eða þú veist, það þarf að vera einhver dagskrá. Já. Þannig að hérna, það er ekki og sem sagt, svo vitum við að konur á þessum aldri, þær, og ég þekki margar sem eru í toppstöðum í samfélaginu, sem að hafa beinlínis annarkvort minkað þessi vinnu eða hætt tímabundið eða alveg á þessum tíma af því að þeim tekst ekki að samræma álagið í vinnunni við það sem þær eru að glíma við. Þessi náttúrulegu einkenni sem þær eru að glíma við. Þannig að hérna, þegar að ég sá að Bretarnir vinir mér í bresku staðlasamtökunum voru búnir að kalla til alla sína bestu sérfræðinga og staðlar byggja alltaf á rannsóknum og gögnum og þekkingu og allir þeirra bestu sérfræðingu voru búin að setjast hringinn í kringum borðið og hérna sammælast það, já þetta er góð leið til og þetta er rétti ramminn til að takast á við þetta. Af því að staðallinn, hann er auðvitað ætlaður, eins og þú sagðir áðan, vinnuveitendum. Þetta er ekki, af því að það er fullt af hlaðvörpum og það er fullt af ráðum og leiðbeiningum til okkar það hvað við getum verið að gera og þú veist að hérna alveg heil síða á Facebook sem heitir bara breytingarskeið þar sem að konur eru að skiptast á og óska ráða og alls konar skiptast á upplýsingum og óska eftir leiðbeiningum og af því að það er einhvern veginn aðgengið að upplýsingum er ennþá bara hérna okkar á milli sko. Svona einhver leiti. Þannig að hérna Þannig að Bretar ríða á vaðið. Þeir ríða á vaðið. En eru við þjóð númer 2 til að taka hann upp? Sko, Bretarnir gera staðalinn aðgengilegan án endurgjalds hjá sér. Já. Það hafa 11.000 fyrirtæki hlaðið honum niður í dálítið mörgum löndum, í 142 löndum. Já. Og þeir telja 7 milljónir kvenna hafi notið góðs á honum. Þannig að við erum að þýða hann og taka hann upp sem íslenskan staðal. Bretarnir eru búin að vera dreif honum sem sínum staðli inn í önnur lönd. Ég skil. Og þú veist, þetta hefur svo sem ekkert lagalegt gildi þannig, en við erum samt að gera þetta að íslenskum staðli og þýðan. Og ég er svo heppin að hérna, ég með 2 sjálfstætt starfandi konur með mér sem að hafa vit á málunum. Halldóra Skúladóttir er ráðgjafir sem hefur verið að sinna þessum málum. Sirrý Svöludóttir er hérna ung rosaklár stelpa sem að þekkir þessi mál líka. Og svo hafði ég samband við gamlan sveitunga minn, Georg Brynjarsson hjá Visku stéttarfélagi. Hann tengdi mig við Katrínu Björk Ríkarsdóttur og Brynhildi Heiðar Ómarsdóttur sem eru náttúrulega skörungar þegar kemur að réttindum kvenna. Önnur búin að vera framkvæmdastjóri Jafnréttisstofu og hinn Kvenréttindafélagsins. Og Viska stökk á þetta með mér, kostaði þýðinguna og nú erum við að fara stað inn í vinnuhóp með að taka þýðinguna og svolítið staðfæran og passa lingóðu sér rétt og þess að þar og svo gefum við hann út sem íslenskan. Og þá geta íslensk fyrirtæki farið að notfæra sér. Geta þau farið að notfæra sér eða er þetta eitthvað sem að forminu til er skylt að... Nei, það er það ekki. Þetta er valkvætt. Þetta er valkvætt. En... Eru sumir staðlar ekki valkvæðir? Það eru... Nei, já, löggjafinn bæði í Íslandi og í Evrópu og þá er ég að tala það sem við erum með innleiða sem evrópska löggjöf og gerað íslenskri. Löggjafinn, bæði í Íslandi og Evrópsandi, hefur í ákveðnum undantekningatilvikum ákveðið að vísa til staðla með bindandi hætti í löggjöf. Já. Og þá eru þeir orðnir hluta löggjöfinni. En þetta eru valkvæðaleiðbeiningar. Þessi staðall fyrst og fremst leiðbeiningar. Já. Þessi staðall fyrst og fremst leiðbeiningar. Og en af því að þetta er svo verðmætt vinnuafl. Konur á mínum aldri er svo verðmætt vinnuafl. Það er svo mikla reynslu og svo hafa þeir rosalega góð áhrif rannsóknir sína að eldri konur hafa mjög góð áhrif inn í vinnustaðinn. Já, og yngri.
Bæði á yngri konur, þær eru leiðbeina þeim, hjálpa þeim, styðja þær, bakka þær upp, lyfta þeim upp, hjálpa þeim. En þær eru líka svo klárar í allir sem heitir inngilding, fjölbreytni, jafnbreytti og þess að þar. Þannig að þær hafa rosalega góð og jákvæð áhrif inn á vinnustæði. Og svo eins og ég segi, svo bara kostar helling að skipta þeim út. Já. Þú veist, þú tapar starfskrafti sem að þekkir fyrirtækið út og inn og búin að vera lengi og kann allt, þú veist, og allt í hennu bara farin af því að hún ræður ekki við álagið sem að fylgir því að gera hvoru tveggja. Nei, þetta ræðan sem ég held stundum fjölmiðlun og blaðamennsku í landinu. Já. Svo var tíðin að við byggum yfir svona hærri meðalaldri blaðamanna og mun meiri reynslu og samhengi og visku. En ég í þínu liði þarna. Já, takk fyrir það. Og sko Bretarnir tala þetta að tryggja að konur fái stuðning til þess að því að þær eru detta út fyrir heldur kallarnir, sko. Já. Og þetta verðmætt vinnuafl sem að fara og það þarf að skipta því út og það þarf að þjálfa upp nýtt og þetta kostar allt saman dálítið mikla peninga líka. Þannig að mig langar rosalega mikið til að atvinnureikendur sjáu þá tengingu líka, sko. Ekki bara velferðina sem að felst í því að styðja við konur og halda þeim á vinnumarkaði. Látið sér ekki duga að lesa leiðbeiningarnar heldur fara eftir þeim? Já, og þessar leiðbeiningar sko, þetta bara búið að klippa þetta út í pappa og ég get farið með þér í gegnum að hvað þetta sko. Hvað það sem að Bretarnir að leggja til. Ég einmitt að spá í hvaða röð við að hafa á þessu næst, hvort ég að biðja þig að þylja upp allavega einhvern hluta af þessum 20-30 einkennum sem þú myndist á að væru allavega nokkur. Segjum að bara 10 ára gömul stúlka sem að hlusta á okkur í útvarpinu. Getur þú hlaupið yfir einhver líkamleg og andleg einkenni sem að fylgja breytingaskeiðin en eins og þú segir samt mjög ólík á milli einstaklinga? Já, og getur verið blanda, þú veist, og sumt og annað ekki. Sko, þetta getur verið svefnleysi, þreyta, liðverkir, hitakóf, kuldakóf. Ef að hægt að tala kuldakóf. Breytingar á húð, hári, nöglum, þyngdarstjórnun verður erfiðari, kynlöngun hverfur, fólk hver höfuverk, breytingar á geði, heilaþoka, kvíðaköst. Þetta getur verið, sko, þetta kemur í alls konar myndum, sko. Einmitt, og af því að þetta svo mismunandi þá kannski erfiðara en alla að höndla þetta, ef þetta væri sjúkdómur, ef allir verið með sömu einkenni. Sumt af þessu eru kulnunareinkenni. Kulnunareinkenni líka. Þannig að þú veist, maður velti fyrir sér hvort að það er tenging þar á milli líka, sko. Okay. Og það þarf oft ekkert eitthvað rosalega miklar breytingar til þess að koma til móts við þetta, þú veist, og ég get alveg viðurkennt það hér, ég svaf mjög illa í 2 ár og það tók mig alveg tíma að finna út úr því hvað það var og ég var alltaf þreytt, ég komst ekki, þú veist, ég bara fór í vinnuna og fór svo heim að prjóna eða voru sjónvarpið eitthvað, sko og gerði rosalega lítið í þessi 2 ár og ég var búin að reyna allt. Og það var semst á breytingaskeiðinu? Já. Og það er þekkt einkenni, þetta að sofa illa og bara vakna á klukktíma fresti. Já. Og maður verður bara rosa þreyttur þegar þetta í gangi mjög langan tíma. Og sérstöku eftir vil önnur umræða væri kannski einhvers konar leiðsögn fyrir maka og börn og nána aðstandendur kvenna á breytingaskeiðinu. Af því að þetta er ekki okkar einkamál. Þetta varðar allt samfélagið. Já, einmitt. En við erum ekki að fara inn á heimilin hér í umræðinni þótt sannarlega sé nú full ástæða til. Við erum fyrst og fremst að einbeita okkur að atvinnureikendum núna. Svo ég meina atvinnureikendur eru millistjórnendur, þú veist, og það þarf að byggja upp kúltúr í fyrirtækinu, þannig að taka þetta allir með sér heim á endanum, sko. Já, einmitt. Það flæðir yfir, vonandi. Já. En sko, þetta snýst á ég að fara að henda mér í að sýna þér hvað staðallin er? Já, nú held ég að við séum komin á þeim punkti. Ég held að þetta sem við höfum verið að ræða hafi verið ágætur svona inngangur að því, hvað máli snýst. Já. Sko,
þetta snýst að það rándýrt að tapa þessu vinnuafli út af markaðnum. Já. Þjálfað og gott og náttúrulega alveg endalaust samviskusamar konur. Já. Þær eiga ekki að þurfa að hrökklast heim í kulnun út af skilningsleysi. Nei. Við þurfum að byrja þar, við þurfum að skoða hvað er í gangi af því að þetta er gríðarlega verðmætur mannauður og ég minna þeir eru út í þessu ástandi að sofa ekki, þú ert með höfuverk og þú ert einhvern veginn, þá er engin framleiðni eða þú veist, jú, þetta einhver en það hefur áhrif á alla vinnuna þína. Þú ert ekki jafn produktífur eins og þú vilt vera og þú veist, það bara hefur mjög hamlandi áhrif. Í annan stað, þá snýst þetta að opna samtalið. Þetta er ekki einkamál þessara kvenna, þetta er mál okkar allar, þetta er samfélagslegt mál. Já. Það ætti að vera hægt að ræða breytingaskeið í hefðbundnu starfsmannaviðtali. Það þarf að gera það. Það þarf að gera það. Já. Og síðan er þetta, snýst þetta að tryggja viðeigandi stuðning og gera hann aðgengilegan. Fólk þarf að vita líka að það getur mögulega, þú veist, fengið stuðning við það sem það er að glíma við. Sveigjanleiki jafnvel í litlu magni getur haft mjög mikil áhrif. Hvernig sveigjanleiki þá? Bara hvernig og hvar vinnan fer fram til dæmis ef það er hægt. Það getur dregið úr streitu og komið í veg fyrir svona þessa yfirþyrmandi tilfinningu að maður ráð ekki við. Það þarf að nálgast velferð á vinnustæðinu með svona heildstæðum hætti til að auka traust. Af því að sko þetta er ekkit bara milli mín og mannauðsstjórans. Það eru bara einhvern veginn allir með í þessu. Af því að sko þetta hefur áhrif, þú veist, ef við varum að vinna saman þá hefði það áhrif á þig. Ef ég kæmi ósofin í vinnuna dag eftir dag. Skilur við. Og svo snýst þetta líka og þar kemur beauty við staðlaverki. Staðlarnir eru margfaldarar. Þegar við erum byrjuð að deila bestu venjum og við erum búin að finna út í hvernig best er að gera hlutina, þá verða staðlarnir svona margfaldarar á þessar frábæru hugmyndir. Af því að þeim er dreift með þeim hætti að þetta valkvætt og en ef að fólk sér ávinningin af því þá er hann svo sannarlega til staðar þar. Það eru þetta ég var norður á Akureyri síðustu helgi. Og fór í leikhúsið og sá verkið Elskan er ég heima. Stórkostlegt. Og það fjallar sko og talar svo ótrúlega vel inn í samtíman vegna þess að það bakslag sem við erum að sjá í réttindabaráttu, ekki bara kvenna heldur annara hópa líka núna. Kvenna og minnilegt hópa. Já. Að þetta verksast fjallar konu sem að ákveður að það sé frábær hugmynd að hún sé heimavinnandi þrátt fyrir að vera búin að mennta sig. Hún vill bara vera heima að hugsa mannin sinn í svona einhverju svona 50s fantasíu. Og þetta er náttúrulega bara getur ekki farið vel. Og kannski eigna sem flest börn. Nei, þau voru reyndar ekki komið þangað. En þetta sko, þetta tala breytingaskeiðið hluti af þessu samt vegna þess að breytarnir tala að þetta sé seinna glerþakið sem að þurfi að komast í gegnum núna. Fyrra glerþakið var sem sagt, bara að konur séu í stjórnunarstöðum og fá jafnhá laun fyrir jafnverðum að vinnu og þess að þar. Þetta er seinna breytingaskeiði sem að, þú veist, þessi náttúrulega, þetta náttúrulega, hvað ég að segja, álag sem lagt á okkur á þessum aldri, að við þurfum einhvern veginn að komast upp úr því að því að við viljum gjarnan halda áfram að vinna og við viljum láta gott á okkur leið, við viljum gera vel. Þannig að að þetta er einhvern veginn það er hægt að segja að þú veist á Íslandi þá höfum við það gott í þú veist samanburði við stríðshrjáðlönd eða aðra menningarheima en það er auðvitað ekki rétt að við með. Og ennþá er það þannig að konur hafa síðri aðgang að stjórnunarstöðum heldur en kallar og sérstaklega eldri konur. Það er bara, þetta er bara þetta túr það er þessi, þessi stemming sko. En og svo eru þetta bara eins og sagði sko, kynsisturnar hvað það breytingarskeið
eða Kópavogsmódelið í leikskólamálanum það sem að beinlínis rekur ungar konur heim. Það er svo margt í þessu í gangi núna og ef við horfum síðan á þennan eldri hópa þá er það staðreynd að konur hætta fyrir að vinna heldur en kallar. Þær fá síður stjórnunarstöður og ekki stuðning til þess að halda áfram að vinna á sama tíma og það eru að glíma við geta verið mjög flókin einkenni sko. Já, þetta samingi á geta ræða. Já, en ef við horfum bara á staðalinn sjálfan að þá er hann auðvitað byggður upp eins og staðlar eru gjarnan. Byrjum á skilgreiningum. Það er bara hvað er hvað. Við þurfum að vera allir sömu blaðsíðu til þess að geta bara byrja að tala saman um þetta. Já. Þannig að það byrjaði á skilgreiningum, svo er talað að það þurfi vitundavakningu. Við verðum bara að geta talað þessa hluti og þú veist líka gömlu kallarnir sem eru búinir að spyrja í gegnum tíðina, hvað ert á túr? Eins og kom fyrir mig einu sinni þegar ég var að vinna niður í þingi. Það er bara fyrirhundi ráðherra sem að ofsalega þykir ofsalega skemmtilegur og eftirsóttur í hrútaklúbana. Að ég var á leiðinni heim úr vinnunni með ælupest og þá fekk ég þessa spurningu. Bara ég þarf að fara heim og var að útskýra fyrir honum hver tæki við verkefninu sem að þurfti að vinna fyrir hann og þá fekk ég þetta. Ert á túr og ég var svo hissa, ég átti ekki til eitt einasta ára. Og það er ekkert mjög mörg ár síðan? Nei. Með því hann að setja þig á einhvern bás? Já, og bara þú veist, þetta kemur fyrir okkur allar, sko. Já. Þannig að þessna er svo mikilvægt að tala um þetta er eðlilegt og það á ekki að fylgja þessu skömm. Eins og hefur gerst, sko, í ára og áratugi hér og undan. Já. Og bara einhvern veginn, þú veist, öll þessi kvennamál, það er vesen. Ég hef kannski verið aðeins og bjartsýnn í inngangsorðunum að ég held að þetta væri kannski komið aðeins lengra heldur en þú ert að tala. Það gerist reyndar held ég hratt, en svo hefur maður áhyggjur af þessu bakslægi í bara réttindamálum almennt, að þetta er bara það undir þeim hatti líka, sko. Já. Þannig að þess vegna legg ég gríðarlega mikla áherslu að við tölum bara um þetta. Þetta er bara svona og það þarf enginn að skammast þín fyrir það. Við stjórnum þess ekki, sko. Nei. Sko, svo líka eitthvað til sem heitir breytingaskeið karla. Já. En það fer mildari höndum karlajafnaði en konur, ekki satt? Ég bara veit það ekki. Nei. En gott minnast á það, af því að ég held að sko, það er alveg tímabært að tala um það líka, sko. Já. Og að við gröfum undan okkar eigin eitruðu karlmennsku. Já, maður hefur heyrt. Það er vondhugmynd. Maður hefur heyrt að menn sé, sko, jafnvel að ná sér í testosterón með, sko, ólöglegum hætti. Þú eru ekki að fara til læknis? Já, ég veit svoleiðis dæmi, sko. Og Þannig að skömmin nær ekki síður í þá áttina. Nei, af því að þetta er einhvern veginn, þú veist, þetta er kyngetan og þetta tengist þessu maskjulin, held ég. Ég veit ekki, ég er ekki sálfræðingur. Nei. En við höldum að sáfram með staðalinn, byrjum á skilgreina og svo talaðum að fyrir vitundavakningu að því að við þurfum að skilja hverja gangi til að forðast að draga rangar ályktanir eða ályktanir af röngum upplýsingum eða einhverjum stereotypum sem eru fastar í hausnum á okkur, einhverju skekkju sem við vitum ekki erðar. Það þarf að setja sér stefnur og verklagsreglur. Við þurfum að ákveða og skilja hvert við erum að fara og það þarf að vera til skriflegt þannig að sé hægt að miðlægi líka, þannig að fólk skilji að séu allir á sömu blaðsíðu. Af því þetta snýst um það. Þetta er okkar sameiginlega verkefni. Já. Svo er hægt að fara í alls konar ráðstafanir á vinnustaðnum sjálfum og það er bara svona físist eins og til dæmis bara loftræsting og hitastýring, hvíldar- og salernisaðstaða þar sem að það á við. Það getur verið óbærslega óþægilegt að vinna í sterkri lykt, hvort sem að það er matarlykt eða kemísk efni eða eitthvað leys það svona, það hefur áhrif á skynjunina.
íkist sumt og margkvaldast svona, já. Einmitt. Og þú veist, það þarf að vera aðgengi að köldu vatni og þeir sem þurfa að sitja lengi á sama stað, þú veist, á einhverjum bás. Ég sé alltaf fyrir mig landamæra eftirleiti, ég veit ekki af hverju. Og og þú veist, þú verið einkennisfatnaði líka. Þú veist, þetta þarf að vera þægilegt úr náttúrulegum efnum, teygjanlegt. Þarft að geta staðið upp öðru hvoru og þarft að geta mögulega þarft að geta bara komist í sturtu, sko. Af því að þetta hitakóf bara, það getur verið bara mjög erfitt og þaltinu voru bara rennandi blautur að svita. Og geta hitakófin komið jafnvel oft á sólarhringa? Já, öllum tímum, sko. Alveg alls konar, oft á nóttunni. Já, en það er svona síður vandamál samstarfsmanna og atvinnureikanda ef það gerist á nóttunni eða hvað. En þá hefur það áhrif á svefninu, eins og þú segir. Þá getur það áhrif á svefninu, sko. En þú veist, þessi einkennisfatnaður og persónlífar og fólk þarf að vera með hanska, grímur, heilbrigðisstarfsfólkið, sko. Veist, reyna að passa þetta passi. Já. Þannig að það má líka hugsa til svona þess að það sem að fólk á ekki sitt skrifborð. Ef að fólki mjög heitt þá vill það mögulega sitja á glugga. Þannig að þetta er bara algjört smátteri og smáatriði en ofsalega mikilvægt að hugsa það til þess að reyna að passa upp á að fólki líði betur. Og þú veist, situr í þú veist, þú ert að svitna og þú veist, maður allir einhvern veginn drútinn og asnalegur, þú veist, sita á plaststólum til dæmis, þú veist, það er bara ekki gott. Þannig að passa upp á sig og glugga til það sem er sólin skín inn og þú veist, þetta eru þessir hlutir og þú veist, þetta kostar yfirleitt ekki mikið. Yfirleitt þarf bara að hugsa það og ákveða hvernig maður ætlar að gera það, sko. Það er líka hægt að nefna vinnustað menninguna. Hún þarf að styðja við stefnuna. Það getur þurft að augra með opnum hætti svona menningarlegum fordómum, skulum við segja. Og smánun sem að grefur undan verðmætu vinnuframlegi. Þannig að það þarf algjörlega að útrýma öllu sem heitir smánun, einelti, ásakanir, háð, höfnun, vandamálavæðing eða sjúkdómavæðing, alltaf eitthvað vesen á þessari, þú veist. Þurfum að útrýma þessu, þetta má ekki vera til, af því að þetta grefur undan menningunni sem að við verðum að búa til þess að styðja við og halda þessu fólki inn á vinnustæðinu. Og þarna er hægt að líka eða þarf auðvitað að skilgreina ábyrgð á, þú veist, hver ber ábyrgð á þessu. Þetta eru millistjórnendur sem eru að taka sína hópa undir sinn vendavæng og stundum þarf bara að tryggja einhvers sérúrræði ef að einkennin eru þannig að þau eru alvarleg, sko, þú veist, og sveigjanleiki á vinnutíma, mæta aðeins seinna morgnan og fara þá seinna daginn, eða mæta fyrir og fara fyrir, þú veist. Þetta eru svona hlutir sem að oftast er hægt að koma við án þess að það sé eitthvað vesen, sko. Og það verði sem sagt menning vinnustaðarins að konur á breytingaskeiði fái örlítið meira svigrúm heldur en aðrir kannski hópar vinnuaflsins. Já. Snýst það. Já. Svigrúm og stuðning og eins og ég segi, þú þarft að vera einkennisfatnaði, þetta sé ekki einhvern veginn nýþröngt og úr gerfiefnum sem að maður svitnar í, þú veist. Og að því að þú ert að tala um þetta mögulega sveigjanleika á vinnutíma, hönnun vinnunar sjálfurar skiptir greiðlega miklu máli þarna líka og bara skoða ferlana þú veist, athuga þú veist, og í raun og veru bara spyrja konur hvað hendar þér að gera. Þú veist, viltu taka matatíman þinn og splitta honum í þrennt og taka styttri pásur einhverstaðar inn á milli? Hendar það? Af því að eins og ég segi, konur það er yfirleitt ekki að leita sér einhverjum afsláttum, sko. Þær vilja bara geta haldið áfram að vinna. Allavega það sem ég þekki. Og eins og ég segi, eiga samtölin það hvernig starfsmaðurinn sjálfur sér fyrir sér að hendi honum að leysa málin. Ekkert endilega gera ráð fyrir að fólk vilji bara vera að vinna heima eða þú veist, eitthvað svoleiðis, sko. Ég þekki líka fólk sem vil bara koma í vinnuna, sko.
Þannig að aðlaga þessi hlutverk þú sér fyrir fólk sem í miklum beinum samskiptum við viðskiptavinni sem móttökuritarar eða í símaveri eða eitthvað svoleiðis, þú veist, það getur þurft bara aðeins að stíga út úr aðstæðunum og koma svo inn aftur bara til að aðeins að ná sér þannig að breytingar og vaktaфyrirkomulagi og þess að þannig að þetta er bara alls konar en þetta eru samt litlir hlutir og svo fæ ég stundir spurninguna, en þetta ekki bara fyrir stóru fyrirtækin? Þetta ekki bara fyrir Marel? Eða hið opinbera. Það ekki, er ekki líkur á að þarna getur orðið gat á milli engamarkaðarins og hins opinbera og einmitt á stór fyrirtækjana og svona? Þessi staðall hann búin þannig til að það getur hver sem notaðan og það eru flesti staðlar þannig þá fólk haldi að þeir séu bara fyrir stóru fyrirtækin. Ég að reka vinnustað með það sem við erum 8 núna í 6,7 stöðugildum og ég með votta geðastjórnunarkerfi. Það er æðislegt. Og það er ekki eitthvað óbáslega mikil skriffinska af því að við hönnuðum kerfi þannig að það vinnur fyrir okkur en ekki við fyrir það. Nei. Og þetta það sama að hér í raun og veru bara byrjað á þeim stað sem fyrirtækið Þessi staðall, hann inniheldur alls konar lesefni, hann inniheldur verkfærakistur fyrir mannustjóra og millistjórnendur og yfirmann það hvernig þú tekur trúnaðarsamtalið. Já. Þú sem yfirmaður, bara, þú veist, kona að verða 50 eða plussa eitthvað og bara setja þetta á dagskrá. Þú veist, allt í lagi, eitthvað sem við getum gert til að styðja við og þarna eru alveg langir spurningalista, beinar spurningar líðan og upplifun á vinnustaðnum og þannig að þetta svona, það er eiginlega búið að klippa þetta út í pappa. Og svo hann líka gátlistar innra mat á því hvar vinnustaðurinn stattur og þar byrja menn bara. Þú veist, bara tekur hann lista og ferði gegnum hann og bara, hvar erum við stödd hérna og við byrjum bara þar og við byrjum bara smátt. Og við finnum út hverja þarfinir eru og þú veist og svo bara, eins og ég segi, búið að klippa út í pappa leiðbeiningar það hvað maður getur gert til að styðja við en mikilvægast samt bara að eiga þetta samtal og bara, þú veist, hvað vilt þú gera til þess að þú veist, hvaða breytingar vilt þú gera á vinnunniðinni til þess að þú getur haldið áfram af því að við viljum halda þessu fólki inni. Ógeðslega verðmætt. Ég með eina gagnrýna spurningu núna. Ég held að flestir séu sammála mikilvægi þess að þessar breytingar eigi sér stað. En öllum breytingum geta fylgt einhverjir fylgifiskar. Ég aðeins að velta því fyrir mig núna hvort svo staða gæti komið upp að einhverjir atvinnurekendur í stað þess að sjá fram á vesennið, eins og einhverjir myndu segja, sem fylgir breytingaskeiði kvenna að þá sé nú kannski bara best að vera ekkert með þennan hóp á atvinnumarkaði. Já, það kann að vera að einhverjir hugsaða þannig en það auðvitað bara mjög alvarlegt inngrip inn í réttindi kvenna. Þú veist, til að byrja með. En svo spyr ég ef að þú ert búin að vera með konur í vinnu sem að þú ert búin að þjálfa upp svo árum skiptir og konur eru yfirleitt mjög samviskusamar. Þær hafa, eins og ég sagði, ofsalega góð áhrif inn á vinnustæðin. Það bara verið að fleygja auðlindum. Það bara verið að reka auðlindir heim. Já, þú heldur kannski að þú veist að spara þér vesenin í raun þá ert að skapa þér Ég held þetta kosti bara fullt af peningum. Já, pluss það. Þannig að þú veist, þú ert með manneski vinnu sem að kann og skilur og veit og bara, þú veist, getur haldið áfram. Þetta bara svona eins og taka eitthvað hlut úr bíl, þú veist, sem að virkar og setja eitthvað annað í staðinn og hann á eftir að móta staðins, þú veist, til þess að einhvern veginn fara að virka. Ég held að atvinnureikendur sé ekki þarna. Þú veist, kannski gömlu kallarnir eitthvað, gömlu ráðarnir, en ég held að almennt sé það ekki svo. En hvað vitum við reynslu heim kvenna fyrr á
tímum vitum við ekki neitt var þetta bara, er eiginlega ekkert til á heimildum, var þetta svo mikið tabú að við vitum bara ekkert hvernig konur tókst á við þetta, því að ég meina við þurfum ekkert að fara mjög langt aftur í Íslandssögunni til þess að átta okkur á því að íslenska konur bara hér í bændasamfélaginu á Íslandi, þær hafa sennilega ekki fengið millimetra afslátt á þessu æviskeiði. Nei, eins og ég sagði hérna upphæfi, sko, það er ekkert rosalega mörg ár síðan við vorum að brenna óþægilegar konur, sko. Já. Þú veist, ég bara, Massachusetts í Bandaríkjunum, Salem, norðnabrennurnar, þar voru bara rétt fyrir 1700. Í Evrópu voru við þá að brenna konur bara mið 18. öldina, sko, sem voru bara taldar nornir af því að þær voru óþægilegar. Þetta er bara það. Já. Þannig að sko þegar þú segir fyrr á öldum þá, þú veist, það er ekkert hægt að fara nýtt rosalega langt aftur til þess að reyna átt að segja hvort það var eitthvað. Það var ekkert þarna, miði 18. öldina. Þannig að ég veit ekki, ég er ekki sakfræðingur, sko. Nei. Það að reyna að standa í lappirnar gegn þessum rosalegu líkamlegu inngripum sem eiga sér stað, það hefur væntanlega alla tíð reynst kvenfólki ansi snúið, þótt að sé misnúið eftir einstaklingum. Þetta eru alveg áskoranir. Já. Og eins og ég segi, sko, á sama tíma og þú veist, það er bara fullt annað í gangi, það er verið að koma, þú veist, börnunum út í lífið, það er að koma barnabörn, og þú veist, svona, tölum við fjölskyldulífið og svo er bara fullt af konum sem að sinna vinnunni sinni alveg ofsalega vel og vilja gera það áfram, en það eru vissulega talsverðar áskoranir sem að felast í því að gera það ósofið eins og árum skiptir, sko. Og þær eru ansi margar sligaðar íslenskar ofurkonur, sko. Já. Það er bara þannig. Og ég væri alveg til í að einhver skoðaði, sko, tenginguna á milli þessa og kulnunar. Já. Og svo eins og ég sagði áðan að konur á aldrinu 50 til 66 ára held ég eru stærsti hópurinn sem að þykkur örorkulífeyri. Og meiri hluti þeirra hefur segir í könnun Félagsvísindastofnunar að hann hafi átt erfitt með að samræma vinnuna og svo álægi sem að fylgir þessu. Þannig að, en eins og ég segi, sko, nú erum við komið með verkfæri, við erum komið í alvöru verkfæri sem búið til á sérfræðingum. Já. Og þetta er alveg state of the art, þetta er alveg bestu venjur, þeirra allra bestu og þú mátt ráða hvar þú byrjar. Já. Þú veist, þú bara tekur miðað í hvar fyrirtæki þitt er statt þá stundina. Já. Og og þú veist, og svo byrjar maður bara þar og byrjar bara smátt og svo bætir maður smám saman við og þú veist, og eins og ég segi, það er ekki eins og sé verið að umturna öllu. Nei. Þetta kostar minna heldur en laxveiðin. Já, en þetta er forvitnilegt og ég man sko hvað ég var hissa þegar ég heyrði þetta á ráðstefninu daginn að mér finnst þetta spennandi, nýstarlegt, en ég var hissa. Já. Og það segir einhverja sögu, sko. Já. Hvað ég var hissa þá, en núna er ég miklu minna hissa. En ég get líka sagt þér að, sko, nú hitt ég alls konar fólk og þú veist, margir forvitnir og byrju, hvað felst í þessu staðlaráð eitthvað, þú veist, svona eitthvað ógagsætt og fólk er svona bara hvað er þetta? Og ég er nú farin að segja fólki bara, ég sé að passa það meðan það sefur á nóttunni, þú veist, þetta er bara öryggi og heilsuvernd og hvað heitir allt saman. En svo þú veist, svo nefnir maður dæmi og það er bara eins og til dæmis þetta, því það eru svo margir sem halda staðlar sig einhvern veginn bara ofsalega tæknilegir og varðið bara stál og steypu og grundun húsa og eitthvað, þolhönnun mannvirkja og þú veist hvað þetta heitir allt saman. En svo er bara alveg fullt af alls konar svona samfélagslegum, ógeðslega mikilvægum stöðlum sem að snúast bara okkar velferð og velja. Og það er ekki bara þessi. Á morgun erum við stóran kynningafund út á Natúrahótelinu fyrir stjórnendur í heilbrigðiskerfinu því að við vorum að þýða
nýjan staðal gæðastjórnun heilbrigðisstofnana. Alþjóðlega staðal hefur vakið mikla athygli. Bretarnir vinir mínir eru með í bígerð og ætla að gefa út miðjan nóvember staðal sem að varðar forvarnir gegn sjálfsvígum. Svoleiðis að það alveg fullt sem að snýr bara að okkar daglega lífi, velferð, heilsu og vellíðan. Já. Sem að æðislegt. Sem æðislegt, en við lifum líka á tímum þar sem að svolítið verið að grafa undan reglugerða fargani og íþingjandi tilskipunum og öllu því. Og það svona einhver tónn hjá sumum í samfélaginu að við ættum svona að kíkja meira til vilda vestursins sem fyrirmyndar. En Björn, það líka talað að íslensk fyrirtæki framleiði ekki nóg. Framleiðni hér á landi sé lítil. Staðlar stuðla aukinni framleiðni. Það talað að þú veist, okkur vanti sérfræðinga. Já. Og það þarf bara að vera aðgengi að, ég man ekki hvað samtökuð iðnaðarins voru að nefna þetta á þessu áriði fyrra, vantaði svo mikið aðgengi að sérfræðingum. Staðlar eru aðgengi að sérfræðingum. Sérfræðingar hafa skrifað og þetta eru verkfæri sem að fólk getur tekið, af því að yfirleitt þetta valkvætt. Þetta eru verkfæri sem að stjórnendur í atvinnulífinu getur tekið og fyllt og ígildi þess að hafa fengið stjórnanda til þess að gefa sér góð ráð. En þú þekkir þessa stemningu, mín fáviska jafn rétt á þinni visku. Já, þú veist, og það auðvitað bara, en svo bara því miður ótrúlega rík stemming, að ef við hættum að tala breytingaskeiði og förum bara almennt að tala það hvernig hlutirnir gerast, kaupin gerast á eyrinni. Svona rétt í lokinu. Það var gaman. Sko, það til fullt af stöðlum sem að segja til bara til dæmis það hvernig maður byggir hús. Og því miður þá hefur svolítið verið kallað eftir afsláttum á alls konar hlutum og eins og við þekkjum hafa byggingarstjórar mannvirkja sjálfur haft eftirlit með byggingu mannvirkisins. Þetta oft verktakarnir sjálfur. Þannig að menn eru svolítið bara að hafa eftirlit með sjálfum sér. Og þetta, þú veist, ég þekki, á þess að ég segi eitthvað, ætla ekki að fara að nefna einhver sérstök dæmi, ég þekki mörg dæmi þess að menn eru ekki að fylgja kröfum í stöðlum. Miklu heimsmetin. Eins og þeir eiga að vera að gera, jafnvel lögum samkvæmt. Miklu heimsmetin. Já. Og það fleira heldur en það. Já. Og eftirlitið hefur verið veikt svo mikið að það nær þess ekki. Já. Þannig að það var eiginlega pólitísk ákvörðun í alvörunni að hafa þetta svona. Það var pólitísk ákvörðun að veikja eftirlitið til þess að tryggja að menn geti bara í raun og verið fúskað. Það bara þannig. Já, það verið að endurskoða byggingarreglugerðina, ég voru að fundin í HMS bara fyrir þetta og þar verið að styrkja þetta aftur. Þannig að við erum, en þú veist, pældi í því, það samt bara í alvörunni, það ekki verið, hafa ekki verið gerða kröfur til einyrkja, iðnaðarmanna eða iðnmeistara og atvinnuréttindi þeirra hafa bara trompað líf og heilsu okkar hinna. Og það pólitísk ákvörðun. Þetta náttúrulega bara rugl. Þannig að ég segi, notfærið ykkur þessi verkfæri og þú veist, við eigum að gera það af því að þannig búum við til meiri gæði, við tryggjum meiri neytendavernd, við tryggjum að hlutinni virki, við tryggjum meiri framleiðni og svo framvegis. Þannig að ég ekkert að rugla neitt, sko. Nei. Og bara rannsóknir sem að liggja fyrir allt þetta. Þannig að þessi staðall stuðning atvinnurekanda við konur og breytingaskeiði bara enn eitt verkfærið af þessum 70.000 sem ég á í staðlabúðinni. Já. Og varða allt mögulegt milli himins og jarðar. Og það að festa í form visku sérfræðingana á við að byggja hús líkt og líðan kvenna á breytingaskeiði á vinnustöðum. Og umhverfisstjórnun og eignar viðhaldsstjórnun og bara nefndu jafnlaunakerfið. Ljómandi.
Heyrðu, búið að vera fræðandi, áhugavert og skemmtilegt að spjalla við þig. Helga Sigrún Harðardóttir, framkvæmdastjóri Staðarás, takk fyrir að koma og ræða þetta mál. Ég veit miklu meira núna og vonandi hlustendur og áhorfendur einnig. Takk fyrir það, Björn. Kærlega. Ekki fara langt, nýr kafli eftir andartak. Alþýðufélagið er frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2.750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is. Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð Samstöðina. Samstöðin er óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin er ómissandi.